Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla um tvíkosta aðkvæðisgreiningu í tölfræði frá grunni og ætlum að fjalla um tvíkosta aðkvæðisgreiningu með strjall í skýribreytu. Ef að skýribreytan okkar er flokkabreyta, þá skrifum við tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkanið á aðeins annan hátt. Á vinstri hönd er það sama við höfum áður séð, logurinn af gagnlegitunum því að hljóta þessa jákvæðu útkomu. En í stað fyrir að vera með beta 0 plus beta 1 sinnum x á hægri hlið, þá erum við með beta 0 plus beta a og svo þessi hérna ritháttur, x jafnt á a. Og þetta x jafnt á a er oft sletta og kallað á slettu sem indikatorfall. Þetta er einfaldlega eitthvað fall sem er 1 ef að skýribreytan okkar tekur gildið a en 0 annars. Og það sem gerist í reynd er að í staðan fyrir þess að við fáum bara einn stuðul beta 1, þá fáum við nokkra stuðla beta a. Og þetta minnir raun að vera mikið á fervingagreiningu þegar við erum að meta meðaltal innan hvers flokks flokkabreytu. Og skoðum þetta hérna aðeins nánar. Að þegar skýribreytan okkar er flokkabreyta, þá gerum við ráð fyrir að einn flokkur flokkabreytunar sé viðmiðunarflokkur. Og þá á matið beta 0 við viðmiðunarflokkinn, en öll þessi beta a eru þá mötin fyrir alla hina flokkana. 1 beta a fyrir hvern af hinum flokkunum. Matið á logurunum á gagnlegitunum fyrir viðmiðunarflokkinn er þá sama vinstri hönd og áður, en matið á logurunum fyrir viðmiðunarflokkinn er þá matið okkar á beta 0. En matið á logurunum á gagnlegitunum fyrir aðra flokka, það er þá beta 0 plus beta a fyrir þann tiltekna flokk. Það er líka hægt að setja stuðlana fyrir tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkan með flokkabreytu í samhengi við gagnlegitarhlutföll. Og við horfum nánar á þessar tvær jöfnur. Ef að við einfaldlega setjum báðar hliðar í veldið á þá stendur eftir að matið á gagnlegitunum er í veldinu beta 0. Matið á beta 0 fyrir viðmiðunarflokkin. En fyrir aðra flokka, þá fáum við að matið á gagnlegitunum sé í veldinu matinu á báðum stuðlunum. Þar sem þetta er matið á gagnlegitunum fyrir viðmiðunarflokkinn og þetta er matið á gagnlegitunum fyrir aðra flokkan viðmiðunarflokkinn, þá verður gagnlegitarhlutfallið af því að fá jákvæða útkomu fyrir einhvern flokka í samanburði við viðmiðunarflokkinn einfaldlega hlutfall af þessum tveimur stærðum og hlutfall af þessum tveimur stærðum er einfaldlega í veldinu beta a. Það er að segja, ef við setjum stöðulinn matið okkar á beta a fyrir tiltekið flokk í veldið á þá fáum við gagnlegitarhlutfallið á því að fá jákvæða útkomu fyrir þann flokk borið saman við viðmiðunarflokkinn. Sjáum dæmi. Ætlum að athuga hvort að fólk sem á iPhone eigi frekar maka. Og við mátum tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkan til þess að kanna tilgátu. Fólk gat svarað 3 gerðir af símum sem það átti, hvort það ætti iPhone, Android eða aðra tegund af símum. Þegar tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkanið var metið, þá urðu metnisstuðlarnir þessir, að beta 0 var 1,01, en beta fyrir annað var 0,47 og beta fyrir iPhone var 0,28. Hvert metum við þá að sé gagnlegitarhlutfallið á því að eiga maka fyrir einstakling sem á iPhone á móti einstaklingi sem á Android síma? Og jú, við byrjum að taka eftir einu. Við tökum eftir því að við erum ekki með mat á betu fyrir Android og þá sjáum við að matið hérna, beta 0, það á við Android. Það er að segja að Android er viðmiðunarflokkurinn þar sem við erum ekki með mat á stuðli fyrir hann. Þá er þetta matið sem svarar til Android og þetta matið fyrir hina flokkana. Þá
er gagnlíkindahlutfallið fyrir iPhone á móti Android? Fyrst að Android er viðmiðunarflokkurinn, þá er gagnlíkindahlutfallið fyrir iPhone á móti Android einfaldlega í veldinu matið hérna fyrir iPhone, sem er þá í veldinu 0,28 eða 1,32. Í næsta myndbandi fjallum við líkur í tvíkosta atkvæðagreiningu.